Þið megið ekki vera svona Messi sinnaðir. Það skiptir ekki. Það er engin aukaspyrna. Það er ekkert að þessu marki. Þetta er 100 metra frá marki og svo skoraðir eitt besta mark mótsins. Þetta mark á bara að standa allan daginn og af hverju í óskubunum var það ekki látið standa? Er það því að Messi er mögulega leiðin út? Já. Nei, ég spyr. Er það því að hann er leiðin út? Egyptarnir voru svolítið á þessu í viðtölunum allavega. Egyptarnir voru svolítið á þessu í viðtölunum eftir leikinn. Af hverju voru ekki skoðuð þessi 2 atvik hérna í hinum megin þegar Argentína skorar 3-2? Ég held já, en í raun og skiptir samt einhver máli hvort það hafi verið aukaspyrna ekki, af því að þeir komist í 2-0 og geta bara svo sjálfur sér kennt. En hefðu ekki getað komist í 3-0? Hvað segirðu? En þú tekur löglegt mark af. Þú tekur bara mark af þeim fyrir engra hluta sakir. Martínez hendi sér niður 100 metra frá marki. Þið megið ekki vera svona Messi sinnaðir. Það skiptir ekki máli 100 metra eða 2 metra frá marki. Í alvöru? Finnst ykkur þetta aukaspyrna? Ég get alveg fært rök fyrir þetta hafi verið aukaspyrna. Það sést það greinilega. Af hverju flautaði dómarar það ekki strax? Það er náttúrulega koma fyrir oft í mótinu. Þetta er nú ekki fyrsta atvikið sem við sjáum að margir fulltrúar FIFA hérna eða hvað? Eða fulltrúar, eru umboðsmenn Messi? Ég er bara svo hissa að þú hefur viljað sjá Sviss Egyptaland. Ég er ekkert... Það hefur verið spenntur yfir þeim leik? Nei, alls ekki. Nei, en sko, ég held að pointið er að Egyptar komið svo í 2-0. Og þá er ennþá styttra eftir að leiktíma. Þeir geta komist í 3-0 þá? Já, þeir geta komist í 10-0 líka þessuna, sko. En málið er að svo klúra þeir bara leiknum. Argentína setti bara í annan gír og einhvern veginn með sínum, þetta er ekki gallalust lið Argentínu, en þeir einhvern veginn settu bara sitt hjarta og identity inn í að innbyrja sigur. Og bara að horfa á marki á Messi, veit ég hvort þið tóku eftir því, það voru 2 leikmenn Egyptalands við hliðina á þegar hann gaf fyrirgjöfina. Þeir 2 voru ekki að elta hann inn í teig til dæmis. Þannig að það voru svona fullt af smáatriðum sem að urðu þess að Argentína vann og Egyptaland ekki. Það má alveg færa rök fyrir því að þetta mark átti að standa, en það gerir það ekki. Svo skorar Egyptaland 2-0. Fengu Argentínumenn einhverja hjálp við það að skora hin mörkin? Nei, en af hverju sendir... Fengu þeir einhverja hjálp við þessi mörk? Er það þá ekki Egyptum að kenna að fá á sig 3 mörk á 12 mínútum? Já, en ef að hjálpin hefði komið eins og hinum megin að var dómarinn sendir Le Texier í skjáinn til að taka annað markið af fyrir mögulega aukaspyrnu sem er 100 metra frá marki, Argentínumarkið, 3. markið, það eru 2 atvik, af hverju sendir sami vardómari ekki aðaldómaralegsins í skjáinn bara til að skoða. En hversu langt var það brot frá markinu sem Argentínu skoraði? Er það ekki líka 100 metrar? Bara svipað, á ekki þá bara skoða þetta stóð? Þeir hafa vantilega bara metið það að það hafi ekki verið brot þá. Þannig að ég neita að trúa því alltaf að sé einhverja samsæriskenningar á bakvið allt. Það virkar ekki þannig í þessum heimi. Það getur ekki verið. Við erum búin að sjá á þessu móti forseta FIFA fella niður leikbann. Það er ekki forseti FIFA sem fellur niður leikmann. Jú. Nei, þetta eru nefndar, það eru 600 mann sem vinna hjá FIFA. Forseti FIFA fellir niður leikmann hjá leikmanni. Ertu hissa á því að þessu samsæriskenningar í loftinu? Þetta virkar ekki þannig. Það eru 600 manns og stjórnir hjá FIFA. Áttu Messi ekki fór rauðspjald í fyrsta leik? Nei, áttu Messi ekki fór rauðspjald? Nefnilega ekki. Nákvæmlega eins og Balogun átti ekki fór rauð. Nei, það þeir eru komin í þessar samsæriskenningar, þá eru við að dángreita leikin okkar. Við þolið ekki. Við ætlum að sjá sigurmark Argentínu.